Auðlind vex af auðlind, samspil þjónustufyrirtækja og íslensks sjávarútvegs afar náið. Á Íslandi hefur þróast hátækniiðnaður, samhliða sjávarútvegi og mörg hátæknifyrirtæki hér á landi hanna lausnir í nánu samstarfi með íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Það opna svo leið á erlenda markaði. Stór hluti teknakælismiðuna Frosts á Akureyri einmitt vegna erlendra verkefna sem öll tengjast sjávarútvegi. Það bara niðurstaðan að íslenskur sjávarútvegur hátækniiðnaður og þeir bara vilja þetta fyrst og fremst. Frost núna með verkefni í Færeyjum, Noregi, Kanada og á Spáni og nýjasti samningurinn við stórt sjávarútvegsfyrirtæki á Kúrileyjum sem tilheyra Rússlandi og eru nálægt Japan. Hönnunardeild Frosts gegnir eðlilega mikilvægur hlutverki. Þar á bæ nýjasta tæknin í fyrirrúmi auk þróunarstarfs. Hvenær verður hugvitið óþarft? Aldrei myndi ég halda. Það eru við sem vinnum með forritin, ekki forritin með okkur. Lausnir Frosts ekki þær ódýrustu, þar vega gæðin þyngra. Með þessum lausnum menn að spara og hagræða í rekstrinum sínum og menn eru bara til í að borga fyrir það og vilja fá þessa hágæða vinnu. Samvinna íslenskra fyrirtækja á þessu sviði, skiptir hún Frost miklu máli? Hún bara lykilatriði. Það eru þessi aðilar vilja heildarlausnir. Þeir vilja sjá, þetta ekki aðilar sem vilja kaupa stakar einingar og sitja svo uppi með að þurfa að leysa ferlið. Þessi verkefni sem við höfum verið að selja það búið að leysa verkefni frá því að fiskurinn kemur inn í húsið og þangað til að koma inn í frystigeymslu. Ný og fullkomin skipi Deutsche Fischfang Union í Þýskalandi, sem dótturfyrirtæki Samherja, hlaðin tækjum frá íslenskum fyrirtækjum. Framkvæmdastjóri Frosts segir að helmingur teknafyrirtækisins séu vegna erlendra verkefna. Það eru búin að vera menn frá okkur í Noregi allt síðastliðið ár og það eru 2 skip eftir, það eru vissu vel á veg komin en þeir verða hérna fram á vormánuði í ár. Já, það þannig að það bil helmingurinn af okkar tekjum undanfarin ár vegna verkefna sem eru unnin einhvers staðar erlendis. Þannig að þetta skiptir verulegu máli. Þetta væntanlega mikil sérhæfing, eða ekki? Jú, það klárlega.